Nú verður fjallað lög geislavarnir. Markmið fyrirlestrisins að vita hvaða lög og reglugerðir tengdar notkun geislunar eru í gildi á Íslandi og vita hvernig línurnar eru lagðar í geislavörnum á heimsvísu. Alþjóða geislavarnaráðið, Vísindanefnd Sameinuðu þjóðanna áhrif kjarnorkugeislunar, Alþjóða kjarnorkumálastofnunin og Alþjóða geislavarnasamtökin hafa öll mikilvægu hlutverki að gegna. Alþjóða geislavarnaráðið leggur allar meginlínur í geislavörnum. Þetta er sjálfstætt starfandi sérfræðingaráð sem er óháð stjórnmálum og öðrum stofnunum. Starf ráðsins er skipulagt eins og sýnt er hér, í því eru 4 sérfræðinganefndir sem skoða mismunandi svið. Vísindaskrifstofan er staðsett í Kanada en sérfræðingarnir eru út allan heim. ICRP gaf síðast út grundvallarleiðbeiningar árið 2007 en það er rit númer 103 sem sést hér. Síðan hafa komið út yfir 50 sértæk rit. Nýjar grundvallarleiðbeiningar eru í vinnslu og samkvæmt áætlun ICRP verða þær gefnar út 2029. Þegar ICRP gefa út nýjar grundvallarleiðbeiningar tekur tíma að aðlaga lög og reglur í hverju landi og í raun hafa ekki öll lönd innleitt allt sem breyttist með leiðbeiningum árið 2007. Þegar munur er á milli landa, til dæmis á hámarki leyfilegrar geislunar, er það venjulega vegna þess að það eru ekki allir að nota nýjustu útgáfu leiðbeiningana. Vísindanefnd Sameinuðu þjóðanna áhrif kjarnorkugeislunar tekur saman og metur upplýsingar magn jónandi geislunar sem fólk verður fyrir og áhrif hennar og gefur út árlegar skýrslur. Aðrar alþjóðastofnanir leggja þessi gögn til grundvallar ráðleggingum, leiðbeiningum og stöðlum geislavarnir. Myndin hér til hægri er af riti sem hægt er að nálgast á vefnum og fjallar á aðgengilegan hátt geislun. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin er vettvangur vísindalegrar og tæknilegrar samvinnu á sviði kjarnorkumála þar sem unnið er að öruggri og friðsamri nýtingu kjarnorku. 172 lönd eiga aðild að Alþjóða kjarnorkumálastofnuninni, þar á meðal Ísland sem hefur verið aðili frá því hún var stofnuð 1957. IAEA gefur út öryggisstaðla eftir kerfi sem myndin hérna sýnir. Í miðjunni er Fundamental Safety Principle einkennt með bláum lit og síðan eru Safety Requirements einkennt með rauðu og Safety Guides sem eru grænir. Hérna sé stærri mynd af þessu. Öll aðildarlöndin eiga að fara eftir stöðlum og leiðbeiningum IAEA að svo miklu leyti sem við á hverjum stað. Stofnunin gefur einnig út fjölda annarra ritraða geislun og geislavarnir. IRPA er samtök félaga fólks sem vinnur við geislavarnir. Samtökin halda ráðstefnur og gefa út leiðbeiningar og stefnumarkandi skjöl. Geislavarnir byggja á þessum 4 grundvallarundirstöðum, niðurstöðum vísindarannsókna, grunnreglum ICRP, stöðlum IAEA og síðast en ekki síst hinni eiginlegu framkvæmd eða iðkun geislavarna. Örugg notkun geislunar byggir á því að allir þessir 4 þættir séu í stöðugri endurskoðun og hver og einn þeirra hefur og á að hafa áhrif á þróun hinna 3. Á Íslandi eru 1 lög geislavarnir og 8 reglugerðir með stoð í þeim eru í gildi þegar þetta er tekið upp í byrjun árs 2022. Lögin eru númer 44 frá 2002 en nýjustu breytingar á þeim tóku gildi árið 2014. Þessi lög eins og önnur má nálgast á vef Alþingis. Með breytingunum sem tóku gildi árið 2014 voru færð í íslensk lög ýmsar breytingar sem urðu með núgildandi geislavarnatilskipun Evrópusambandsins en hún er síðan 2013 eins og sést hér. Euratom
er Kjarnorkubandalag Evrópu en það var stofnað með Rómarsáttmálanum árið 1957 og er grundvöllur fyrir samvinnu í rannsóknum á friðsamlegri notkun kjarnorku. Mikið samstarf er á milli Norðurlandanna geislavarnir og mikil líkindi með geislavarnalöggjöf allra Norðurlanda. Lögin geislavarnir skiptast í nokkra kafla og hér eru taldir þeir helstu. Leyfisveitingar og tilkynningar innflutning, mat á gagnsemi og áhættu við notkun geislunar, notkun geislavirkra efna og geislatækja, geislavarnir á vinnustöðum, læknisfræðileg geislun og eftirlit með geislatækjum og geislavirkum efnum. Reglugerðir geislavarnir eru gefnar út af heilbrigðisráðuneytinu. 3 mikilvægar reglugerðir voru gefnar út 2015 hámörk geislunar, geislatæki og lokaðar geislalindir. Reglugerð opnar geislalindir er eldri og ein breytingareglugerð fylgir henni. Einnig eru nokkrar reglugerðir sólarlampa og leysa settar með stoð í lögum geislavarnir. Síðan eru hér einnig dæmi nokkrar reglugerðir sem skipta máli í sambandi við geislavirk efni en eru gefnar út af öðrum ráðuneytum og með stoð í öðrum lögum en geislavarnalögum. Það eru reglugerðin flutning á hættulegum farmi og reglugerðir urðun og meðhöndlun úrgangs. Geislavarnir ríkisins annast eftirlit með að lögum og reglugerðum geislavarnir sé fylgt. Þær annast líka leyfisveitingar, eftirlit með geislaálagi starfsmanna, mat á heildargeislaálagi, mat á geislaálagi sjúklinga, vöktun og rannsóknir á geislavirkum efnum, fræðslu geislavarnir, geislunulegan þátt viðbúnaðar og samvinnu við erlendar stofnanir á sviði geislavarna og kjarnorkumála. Geislavarnir ríkisins gefa út leiðbeiningar og þær má finna á vef geislavarna gr.is. Á Íslandi eru lög geislavarnir og nokkrar reglugerðir. Geislavarnir ríkisins annast eftirlit og leyfisveitingar. Lagaumhverfi á Íslandi er mjög áþekkt því sem það er á hinum Norðurlöndunum og í samræmi við Evróputilskipanir og í samræmi við staðla Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar.